Takk fyrir þetta, Bryndís. Ég veit hvað að hugsa, akkur verið að dúka upp borð hérna í miðjum fyrirlestri. Það var komið eitthvað dularfullt háborð hérna. En það skýrist eftir smástund, ég lofa því. Þangað til að það gerist, þá ætlum við að fá að heyra sýn unga fólksins. Verkið að sjálfsögðu fyrir ungt fólk og á forsendum ungs fólks. Þess vegna finnst okkur mikilvægt að heyra rödd unga fólksins. Þau ætluðu reyndar að vera 2 hérna í dag, en Arnrún Bergljótadóttir því miður veik heima. En Daniel Þór Nýtt Samúelsson hingað kominn og við skulum klappa fyrir honum. Komið sæl. Mér langaði til að koma hingað og tala eins við ykkur hamingju. Af því að við búum á 21. öldinni. Og ekki nóg með það að við búum á 21. öldinni, heldur búum við í vestrænum heimi á 21. öldinni. Og ef við lítum á þetta, þá ættu lífin okkar bara að vera fullkomin. Við getum nálgast allar upplýsingar sem við mögulega viljum svona. Og samfélagið okkar alltaf að verða betra og betra út af bara meira samtali og minni fordómum. En samt líður ungu fólki bara viðbjóðslega illa. En samt alltaf þessi ungmenni sem að leita í sterk fíkniefni. Og ef við skoðum tölur bara frá meðferðarheimilum og frú Ragnheiði, þá sjáum við að rúmlega helmingi fleiri börn höfðu sprautað sig í æð með fíkniefnum heldur en í fyrra. En einnig töluverð aukning hjá fólki á aldursbilinu 18 til 20 ára. Við erum að tala börn sem taka þá ákvörðun að fara út, ná sér í oxycontin, sjóða það í skeið, sjúga það síðan upp í sprautu til að setja það beint inn í blóðrásina til þess að víman kikki strax inn. Og þetta fucking stór hættuleg þróun sem hefur orðið bara alveg ógeðslega hratt. Af því að ég man eftir því þegar ég var að byrja í neyslu kringum 2012, 2013 og þá var enginn að hugsa að sprauta sig. Það gerði þetta enginn nema bara eitthvað gamalt fólk sem var búið að vera í neyslu bara í svo mörg ár. En hvernig við orðið þetta, þú veist, börn í dag, þau eru bara einhvern veginn að byrja á vitlausum enda. Þú veist, það eiginlega eina leiðin til að útskýra það og mér finnst svo ljótt að segja þetta svona en þetta bara í rauninni eina leiðin til að útskýra hvað í gangi. Og þegar þú setur þetta allt saman í samhengi, þá áttar þig á því hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Það skiptir engu máli þó svo að liðið þitt tapi fótboltaleik. Það skiptir engu máli þó svo að strætó hafi komið aðeins og seint og það skiptir engu fucking máli að þú fallur í dönsku. Það sem að raunverulega skiptir máli að við reynum eins og við getum að hjálpa ungu fólki að lifa heilsusamlegu og hamingjusömu lífi. Það rosa falleg tilhugsun. Hamingjusamt líf. En hvað þýðir hamingjusamt líf? Hvað þýðir að vera hamingjusamur? Ég hef svo oft verið að velta þessu fyrir mér og reyna að finna einhver orð til að lýsa hamingju. En það bara einhvern veginn ekki hægt að útskýra þetta hugtak. Þetta bara svona einhver ólýsanleg gleði og þér líður eins og þú getur sigrað allt bara út af einhverju tilfinningu sem innra með þér. Og það þess vegna sem að það svo ógeðslega mikilvægt að við ræktum þessa tilfinningu. Að rækta hamingju. Vegna þess að það að vera hamingjusamur í rauninni bara ákvörðun. Þetta bara lífsskoðun sem að snýst hvernig þú horfir á og tæklar og leysir þín eigin vandamál. Þú veist, ætlar að vera ógeðslega leiðilega týpan sem alltaf að tuða og velta þér upp úr skítnum eða ætlar að vera manneskja sem að brosir, horfir á vandamálið inn og segist bara alltaf að læra þeim.
af því að það miklu betra að lifa þannig. Vegna þess að ef manni líður illa, þá surprise, þá ertu ekki hamingjusamur. Og þegar þú ert ekki hamingjusamur, þá byrjarðu að einangra þig og þú sogast alltaf bara lengra og lengra og í einhvern svora pitt vanlíðan og ógeðslegra hugsana. Og vegna þess að ég bara sjálfhverfur og hugsa lítið annað en sjálf á mig, þá tek ég alltaf sjálf á mig bara sem dæmi. En það eru 2 ár síðan ég var komin alveg á botninn bara vegna vanlíðan. Ég bjó í 15 fermetra herbyggi í atvinnuhúsnæði niður í Tranái og sko við byggum 2 þarna sko. Og ég var orðinn einhver rétt rúmlega 60 kíló vegna þess að ég borðaði ekkert. Ég var alltaf farinn til að borða eitthvað og ég var búinn að missa öll tengsl við fjölskylduna mína. Þau hættu að tala við mig og ég við þau eftir að foreldrar mínir hentu mér út sem var bara mjög skiljanlegt. Þú veist, stundum eins hart og það þá það eina úrræðið sem hægt að taka til þess að manneskja finni sjálf sinn eigin botn og ég gerði líka ekkert nema svíkja þau og það, já, á þessu mómenti og þú veist, til þess að setja punktin yfir í líka þá var ég komin í bara einhverja ógeðslega dópskuld. Þannig að á þessu mómenti, fyrir það bil 2 árum síðan, þá tók ég ákvörðun að ég ætlaði að svipta mig lífi. Herbyggi sem ég leiði, það var með svona svefnlofti og það var svona sem var með svona opum sem var svona fyrir svefnloftinu. Þannig að ég tók einhverja peysu sem ég átti og batt aðra, hvað heitir þetta fyrir, ermina, utan hálsinn á mér og hina í téð. Síðan settist ég á brúnina og lét mig gossa fram að. Leið og ég lét mig gossa fram að, þá rifnaði peysan mín. Ég datt í gólfið og byrjaði bara að hágrenja. Og ég grenjaði þarna bara í góðan hálftíma og hugsaði mig sjálfum mér að ég væri svo misheppnaður að ég geti ekki einu sinni drepið mér rétt. Og mér hefur aldrei liðið jafn illa og akkúrat þarna. Og ég meina, hvað gerir maður þegar manni líður svona illa? Maður fucking hringir í mömmu sína, sko. Það skiptir engu máli hvað þú ert gamall, þú hringir í mömmu þína. En ég var ekkert búinn að tala við hana í marga mánuði en ég ákveði að hringi í hana og biðja hana að koma að sækja mig. Og mamma, sem löghlýðnasta manneskja í heiminum og keyrir alltaf á löglegum hraða, var komin til mín eftir 7 mínútur. Ég bjó í korters fjarlægð. Ég fór út í bíl, faðmaði hana og hélt bara áfram að grenja. Ég grenjaði alla leiðina heim og síðan settist við í sófan og ég hélt áfram að grenja. En síðan þegar ég var búinn að grenja, þá gerðist svolítið magnað. Þá allt í einu byrjaði ég að tala. Og mamma sagði ekkert, sko. Hún satt þarna bara og hlustaði á mig. Og síðan allt í einu bara eitthvað upp úr þurru, þú veist, og nú ég að fara að segja bara mest cheesy setningu sem það er nokkuð tímann heyrt. En þú veist, allt í einu þá vorum við bara hlæjandi geðið mikið. Og ég veit ekkert af hverju, en við vorum bara hlæjandi. Og það var þarna, þar sem að ég fann þessa tilfinningu sem ég var að tala áðan. Hamingja. Alvöru hamingja. Ég hafði ekki fundið þetta í mörg ár. Og þetta var svo miklu betra heldur en eitthvað sem að einhver vímuefni nokkuð tímann getur framkallað af því að þetta var alvöru. Og ég fór að breyta því hvernig ég horfði á lífið. Ég fór að hugsa í lausnum í stað vandamála og mér byrjaði strax að líða betur. Allt daglega amstrið varð bara miklu léttara. Og það sem ég er í rauninni að segja er bara maður verður að rækta hamingjuna í sjálfu sér vegna þess að ef maður er ekki hamingjusamur þá er maður nánast ófær að koma með hamingju inn í líf annarra.
Og það það mikilvægasta sem að við öll getum gert í lífinu. Koma með hamingju inn í líf annarra. Ég meina, hver hefur ekki lent í því að hitta vin eða vinkonu sem búin að eiga erfiðan dag og maður nær að svona hressa það við. Þú veist, sjá skeifuna breytast í bros, sjá manneski sem maður elskar. Það besta tilfinning í heiminum. Og þú veist, það bara allt annað djók í samanburði við það. Og þú veist, þrátt fyrir allan þennan skít sem að ég þurfti að ganga í gegnum og þrátt fyrir að ég hafi þurft að fara eitthvað til heljar og tilbaka og þá ég samt einn af þessum heppnu vegna þess að ég fékk að komast tilbaka. Ég fékk tækifæri til þess að finna hamingjuna aftur og það eina sem ég þurfti var smá hjálp. Og það þess vegna sem að ég elska ykkur í berginu svo ógeðslega mikið. Það vantar oft bara svo lítið. Bara þetta pínu litla oft bara það sem að vantar. Og Ísland búið að vera í svo langan tíma finnst mér allavega, en ég veit ekki hvort að þið upplifið þetta einhvern veginn öðruvísi, að bara svona tala. Og svona tala já, heyrðu, við verðum að gera þetta og við verðum að gera hitt. En það var aldrei neitt gert. Og það þess vegna sem að ég elska ykkur í berginu svo mikið að þið fóruð bara og gerðuð eitthvað og þetta eitthvað sem að þið gerðuð var bara fucking geggjað. Út af því að þú veist, það alltaf mikið af ungu fólki sem að fer út til að skora pínu oxi og það kemst bara aldrei tilbaka. Það annarkvort fellur úr of stórum skammti eða fyrir eigin hendi. Og það þess vegna sem við verðum að horfa inn á við. Ég veit að ég búin að segja þetta svo oft, en við verðum að horfa inn á við og virkilega hugsa hvað við getum gert til að gera okkur hamingjusum. Vegna þess að þegar við erum hamingjusum, þá svo auðvelt fyrir okkur að koma með hamingju inn í líf annarra. Þannig að í raun og veru það sem að ég að reyna að segja bara brosiði. Það skiptir máli.